Þetta hérna langur dagur, margir búnir að vera að kenna í morgun, en vonandi hafið þið smá úthald að þess vegna aftilega að standa bara upp og aðeins að teygu sér sko. Metta, það þarf að stjórna því bara. Ef þið viljið, endilega. En það sem ég ætla að fara yfir með ykkur já, kannski ég byrja nú á að kynna mig. Ég heiti Vilborg Einarsdóttir, ég meðstofnandi Mentors. Í dag svona kennslufræðilegur faglegur leiðtogi í fyrirtækinu. Þannig að það er búin að bli skemmtilegasta staða bara sem hægt að sinna. En ég ætla að fara yfir í dag, byrja á hæfnanámi, fara síðan yfir í Sókrates, yfir í nýtt greiningatól sem við erum að hanna og síðan yfir í Sókrates. Þetta er lagi andlega. En það er búið að vera gaman að hlusta á þessa deildarstræðin í dag þegar þeir passa mjög vel við það sem ég er að fara yfir og í rauninni get ég verið svolítið snöggt af því að það er búið að ræða svo margt þannig að ég get verið snöggt með ræðum mínar. En það sem þetta snýst er þetta, við erum að huga að því hvaða hæfni þarf ungt fólk að búa yfir árið 2027 og það var gaman að sjá fyrirlesturnar Tryggva eittið og ég fékk reynda fullt af hugmyndum hvernig við getum þróað áfram mentorkerfið þannig að námsmatið komi bara út úr veggjunum þannig að það var gott að foreldrarnir voru í mentor en það er þetta sem við erum að horfa á þetta er það sem þetta snýst hæfni og framtíðina. Í dag eru mikla breytingar og ég ætla að fara snöggt í gegnum þetta að þetta er ekki bara Ísland, þetta er þetta allan heim og alla Evrópu er verið að breyta námskrá yfir í hæfni og við þekkjum öll út af hverju, þetta snýst að geta skapa nýja þekkingu. En þetta kallar á meiri einstaklingsmiðun, þetta kallar á virksamskipti og síðan endurgjöf til nemenda til þess að þeir viti hvað þeir þurfa að gera til þess að ná aukinni hæfni. Við sáum náttúrulega frábæra fyrirlestur áðan þetta. Þeir þurfa að geta greint námsframvindu og fá skýra mynd af eigin námi og síðan þeir kennarinn hafi skýra mynd af stöðu nemandans. Og leiðsagnarmatið skiptir grundvallarmáli. Mér finnst það líka svolítið akkur sem þarf að plægja meira að virkilega hvernig hægt að nýta leiðsagnarmatið betur. Ég veit að margir eru að gera þetta og mjög flott sem eru að gera, en þannig er líka möguleikinn til þess að gera betur. Það er í rauninni ekki lengur nóg, eins og hefur komið fram í dag, að einblína á þekkinguna, að geta svara spurningum sem að byggja á þekkingu og minni, að við þurfum að fara yfir í að búa til nýja þekkingu. Ég ætla aðeins að fara yfir í hæfninám og tengja það við Mastery Learning sem mörg ykkur þekkja og að þetta tengist svo námskrán okkar, þetta tengist því sem við erum að gera. Hæfninám í rauninni hugtak sem við erum að setja fram, þetta byggir á þess að dagnámsskóla, grunnskóla og síðan með samblanda kenningum Mastery Learning. Þannig að þetta er stærra eða viðameiri heldur en hæfni miðað sem við mikið tala en við erum aðeins að búa til hugtak til að auðvelda umfjöllun innleiðingu á hæfni miðuðu námi. Þetta er svona aðeins víðara samhengi. Í hæfninámi er að setja áherslu á leiðsagnarmat, áherslu á sjálfsmat nemandans og þetta að nemandi nái grundvallarhæfni áður en haldið áfram sem tengist á mastery. Þannig að þetta er svona smá útvíkun á hugtakinu hæfni miðað nám. Og eins og við vorum að sjá í þessu fyrirlestum í dag að ná lágmarkshæfni, ef hann næri ekki þessa hæfni á hann að fá aðstöðu, fá tækifæri til þess að ná hæfninni tíma og önnur verkefni. Þannig að þetta var útskýrt mjög vel fyrir í dag. En þetta er kjarninn í Mastery Learning.
masterlearning tengist dýpri skilningi, sem sagt að ná djúpum skilninga viðfangsefninu og hafa þá hæfni til þess að yfirfæra þekkinguna og færni niður á ný viðfangsefni. Og ég finnst ósvöldlega gott að horfa á Bloom og flokkunarkerfið hans í þessu samhengi. Við erum svona minn skóli að það sem þegar ég var í skóla þá var mikið verið að leggja áherslu á muna og skilja. Við vorum að lesa efni og þurftum að svara, en aftur á móti þegar við komum ofar inn í flokkunarkerfið Bloom að leggja áherslu á að beita og greina á færnina, geta nýtt sér færnina í öðrum viðfangsefnum og síðan upp í það að meta og skapa. Og ef við skoðum þetta aðeins betur og þetta sé rosalega gott að hafa í huga þegar maður að búa til dæmis námsáætlanir, bara hvað ég að leggja áherslu á. Og ef við förum aðeins dýpra ofan í þetta, það mun og skilja, auðvitað þurfum við að halda áfram að leggja áherslu á það. Það er grundvöllurinn, þú þarft að geta skilið, þú þarft að geta þarf alveg að þjálfa minnið, en þetta snýst það bara að endurskrifa og kunna hugtök og reglur og flokka og svo framvegis bera saman. Á meðan að beita og greina, þannig að við komin yfir í færnina, þannig getur nemendur búið til í dæmi, þeir geta beitt þekkingunni, þetta er orðið meira verklegt og síðan yfir að greina, geta skilið samhengi og skilið tengsl og brotið til merkjar, þetta er fallegt orð, en við þurfum raunin að hugsa enn lengra ef við hugsum til hvaða hæfni við nefndist þurfa inn í nýju þjóðfélagi og þá erum við komin yfir í að skapa og meta að nefnd geti samfært aðra við skoðun á hlutum, geti spáð fyrir og síðan yfir í að finna nýja þekkingur og tengja saman og nýja leiðir. Þannig að ég veit að þið þekkið þetta, en þetta er alveg mér finnst þetta gott að horfa á þetta þegar það er verið að búa til áætlanir, erum við bara ennþá í mun og skilja eða hvaða verkefni er þess að taka á sköpuninni og matinu. Hvað segir þetta? Ef við höldum áfram, já, þetta er rauninni bara svolítið dramatísk glæra. En ef að nemendur næri ekki í grundvallaratriðum í náminu, þá er náttúrulega þessi hætta á að hann bara rauninni ná ekki markmiðum sem er samkvæmt námskrá og jafnvel losni upp námi. Þannig að þessi master í hugsun að virkilega þjálfa þangað til ekki fara bara í erfiðara námsefni, heldur virkilega ná þessum grundvallaratriðum. Í Bretlandi þá merkjaði stundum, ég hef séð það í skólum, þá hæfniviðmið, þá merkjaði sérstaklega svona grundvallar hæfniviðmið sem við ætlum að passa að allir nemandi nái. Af því að auðvitað eru mikið af viðmiðum, en þeir setja sérstaklega stjörnu á þessi viðmið sem að einbeita sér allir nemandi nái. Og ég finnst það svolítið góð hugmynd. En þetta var líka mynd sem að mér datt í hug áðan þegar í fyrirstöðum áðan. Master í learning, við horfum þá og þessa normal kúrfu sem er alveg hrikalegt að horfa á. Það sem er bara, þetta sé bara náttúrulögmál. Og þetta er svona hefðbundin kennsla og námsmat með þessu normal kúrfunni. Með því að leggja áherslu á master í learning og leysagnamat, þá er hægt að sigra þessa normálkúrfu, hún er ekkert náttúrulögmál. Þannig að þetta sýna rannsóknir að það sem gerist ef að nemendur fá tækifæri til þess að ná hæfninni í staðinn fyrir að detta úr og lenda í D-inu og þetta er ekki hugsað frá íslenska einhverjum skalanum, þetta er bara tekið upp úr bók master í learning, að þá er hægt að færa þetta til, þannig að mun fleiri nái góðum árangri. Þetta datt mér í hug þegar ég var að horfa á þig á það.
það sem að gerast í þínu skóla. Þau eru með þá tækifæri til þess að ná þessari hæfni og þá þetta sem gerist. Já. Það sem við erum að leggja áherslu á í þróun mentors okkur þetta að styðja kennara og skólastjórnendur við það að innleiða hæfninám og þetta er búið að sýna svo sem en að hafa þetta ljóst. Hvar er það? Hvar er nemandinn ekki búinn að ná hæfninni? Hvar þarf hann að fá aukið tækifæri, meiri tíma, leiðbeiningu og hvernig hægt að vinna tölfræði í kerfinu. Annars vegar ertu þarna með hópa nemendum og þú getur á einfaldan hátt náð einn tölfræði og sér fyrir staðan á hverju hæfniviðmiði. Og líka það sem að framkom hérna fyrir dag á hæfnikorti nemanda, að nemandinn sér hvað er hans status, hvað er það sem ég er ekki búinn að ná hæfninni eða mastera eitthvað svona frá mastermenningu. En þannig eru hæfnikortin alveg grundvöllur fyrir skipulag og námsmat og með skýrum hæfnikortum þá kennarar skýra leiðir hvað á að kenna, hvað á að meta og hvernig á að meta hæfni nemanda. Þetta hefur verið mikil vinna að koma hæfnikortum inn í kerfið og skólar eru að leggja mikla vinnu í þetta en við erum að sjá gríðarlegan árangur núna á þessu skólaári og gaman að sjá hvernig þetta er að þróast. Það er orðið fyrirmyndar hæfnikort í mörgum skólum. Aðrir skólar eru ennþá að vinna hæfnikortin, en þau eru þessu grundvöllur til þess að það hafi skýra sín hvað á að gera. Mér finnst ég hrikalega hljóð í mér. Er það bara í hausnum að mér eða? Það er hægt að leika og bara róa yfir niður. Við erum búin að vera bara inn í kerfin þar sem hver kennari er að sjá tölfræði, en við erum að færa okkur yfir það að skólastjórnendur, við byrjum alltaf á skólastjórnendum, í framhaldinu væntanlega þróum það áfram þannig að kennari fái líka þessi yfirsýn, en að þeir fái stóru myndina á hver er staðan á námi í skólanum. Og ég ætla að sýna ykkur inn í þetta. Þetta er hugsunin þessi, hvað er að gerast í mínu skóla og þetta tengist allir hæfnikostunum, það sem við byrjum. Þannig að það er til dæmis framvinda, sumir eru að nýta sér framvindu, aðrir gera framvindu öðruvísi þar sem varst með einhver sem framvindu, en við erum að horfa á framvinduna, við erum að horfa á hæfni einhver, hvort hún sem er sem tákn eða sem bókstafur. Þannig að við erum að vinna tölfræði út frá þessu og við erum líka að vinna tölfræði út frá hæfni viðmiðum. Þannig að þú sjáir ekki bara hver er staðan hjá nemandanum, eins og Bryndís var að sýna, eða á bekknum, eins og ég sýndi hérna áðan, heldur er rauninni á árgangnum. Geta skoðað út frá árgangnum eða árgöngum og það er það sem við erum að vinna í núna. Við erum líka margir eru að setja inn lesfimi viðmið frá Menntamálastofnun inn í kerfið hjá okkur og það er mjög áhugavert að sjá tölfræði út frá lesfimi viðmiðunum. Þannig að ég ætla að sýna ykkur aðeins inn í þetta kerfi. Þetta er sérkerfi, þetta er ekki hluti af mentorkerfinu. Þetta er að nýta okkur Microsoft Power BI. Það er svona verkfæri, þannig að við erum ekki að þróa það en aftur á móti erum við að búa til skýrslurnar að inni og ná í gögnin. Þannig að þetta lítur öðru út heldur en mentorkerfið. Hérna dæmi. Hér sjáum við lesfimi viðmið. Þið þekkið þetta undir viðmið 1, viðmið 2 og viðmið 3 og þannig erum við að sjá fyrsta bekkin, annar bekkin, árgang, fyrsti árgangur, annar, 3, 4, 5, 7, 9 og 10. Við erum með demo-gögn og þetta kannski lítur svolítið endalega út en ég vona að við áttu ykkur á hvað þið að sjá. Þannig að er heildaryfirsýn yfir skólan, hvar standa nemendur í lestri á þessu tíma. Og þetta hvíta er grátt, þetta er ekki besti skjáarsvegi í heimi, þannig að þetta hvíta á að vera grátt, það er undir viðmiði.
Þannig að þarna sjáum þið bara út frá prósentu, það líka hægt að skoða þetta út frá hvað mörg möt að baki og í töfluformi. Þannig að þetta hérna mörg mötin að baki og síðan hvað margir yfir hérna í töflu. Við líka að skoða þetta út frá hæfni einhvern, bara samanburðarskýrslur. Hérna sjáum þið samanburð milli anna. Þarna ég með vorun og haustum, ég bara sjá hvað gerist á milli anna. Og þarna við með einhvern veginn A, B, C eða A til D sem sagt. Þarna get ég alveg valið, ég get valið 10. bekkinn, ég get valið 9. bekkinn, ég get valið fag, þannig ég velja fag og svo framvegis, þannig bara mismunandi hvað. Ég get alltaf farið og breytt hérna á mismunandi gögn. Hérna sjáum við líka samanburð milli ára. Þetta getur verið áhugavert. Hvernig var 10. bekkurinn í fyrra og hitt í fyrra og hvernig hann kom út núna. Að hérna sjá geta borið saman. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, þetta er svolítið ógreinlegt. Náðu þess ekki nokkurn veginn, þegar ég að sýna. Og síðan hérna getum líka farið alveg á dýptina, við getum skoðað hvaða viðmið eru flesti nemendur sem hérna að ströggla við til dæmis og við getum líka að skoða námskrána. Hérna ég að skoða námskrána í íslensku fyrir 5. til 7. bekk og þá ég að horfa á allan árganginn. Ég get verið til dæmis þetta get verið 7. bekkurinn og þá sé ég hvernig standa hérna hæfniviðmið inn í mismunandi svæðum í námskráni. Ef þetta verður starffræði þannig getum við að sé hvernig kemur aldrei gefur hún með hérna prósentureikningin. En þetta er ekki eitthvað sem að þið gætið nýtt ykkur. Sumir kinga kolli. Það er gott að heyra, ég ætla að fá aðeins að sýna þetta fyrst þessi nóvemberlega hérna. Heyrðu, þetta var hérna mín sýn. Það er náttúrulega við erum að þróa þetta og vonandi komum þessu út bara hérna fljótlega á nýju ári. En þetta er miklu möguleikar. Það er þetta miklu möguleikar að sjá hvað að gerast. Nú ætla ég að aðeins að sýna ykkur inn á Sókrates, ég skal vera eitthvað fljót. Við erum í rauninni núna að setja í lofti nýjan vef sem við kallum Sókrates og hann snýr að mati að sjálfsmati skóla. Við erum að vinna í sjálfsmati nemenda en við erum líka að vinna í sjálfsmati skóla. Þannig að skóla geta vitið sig og þá er ég að tala skólastjórnir og kennari geta líka tekið þátt í þessu. Það sem við að horfa á inn í Sókrates er skipulag náms, hvað er námskráin, hvað stendur námskráinnan. Þarna verið að hafa kennslu, samskipti og samvinnu og síðan námsmatið og yfir í innsýn og greining og forysta. Sókrates, og þegar ég ekki get að lesa þetta, ég bara sýn ykkur aðeins hvað þetta kemur. Við byggjum Sókrates á þessari matrixu, þar sem við erum með lýsingu á hvernig eru svona hefðbundni skólar, yfir í skólar í þróun og síðan leiðandi skóla sem eru búnir að innleiða hæfni að nám. Og það byggir á þessari matrixu. Þetta er í rauninni leið okkar framtíð sem við erum að þróa kerfið til þess að hjálpa skólum að verða leiðandi skólar á sviði hæfnilegs náms. Og þetta gerum við líka fyrir skóla í Svíþjóð, við setjum þetta oft í Svíþjóð og líka í Bretlandi og reyndar í Þýskalandi líka. Þannig að þetta er ekki bara úr íslensku aðnámskránni, heldur þetta horft á stærri samhengi. Við tókum þessa matrisu niður og bjöggum til svona verkfæri sem inn á vefsíðunni Sókrates með 2 S-um. Við megum ekki eiga Sókrates, við megum eiga Sókrates. .com og /Ísland og þarna getið þið farið bara í að byrja Sókrates og þá eftir að fylla út vegandi upplýsingar. Þið getið farið inn og meta skóla sem einstaklingur. Það er líka hægt að meta skólinn sem teymi, sem dæmi að yngri barnakennsla
kennarar í einhverjum skóla geta farið saman og metið og séð þá hvernig mismunandi svörin eru, eða allir skólinn, eða hvernig sem er. En þá þarf við að fá lykilorð hjá okkur. En ég ætla að sýna ykkur hvernig ég fer inn sem einstaklingur. Þarna fer ég síðan að svara spurningum, varðandi skipulag, varðandi kennslu, námsmót og greiningu. Og í rauninni ég bara að svara hvar skólinn staddur. Og síðan það náttúrulega ykkar það að hugsa ykkur sjálf eða hugsa á skólan og svo framvegis. En aðalatriðið að vera svona að hugsa fyrir hvað ég að svara og svo að svara einlægt. Því að maður getur náttúrulega alveg látið þetta ljúga að sér, ef maður segir bara mjög sammála í öllu en það skiptir máli að hugsa hvað við raun og veru. Þannig get ég svara bara ég ósammála saman í hluta eða hvað. Og svona fer ég í gegnum þessar spurningar, kemur leiður áfram, hvar eru stödd í þessu og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara í gegnum þetta eru margar spurningar að gefa sér góðan tíma til að svara þessu og í lokin þá kemur út svona niðurstaða þar sem að greiningin sett varpað fram á myndrænan hátt í svona köngulóa vef og þá sjáum við hvar skólinn verið hvernig þið svarið spurningunum staddur á þessu skólabraut. Og þar síðan þetta frá frekari upplýsingar með því að smella á bygging námskrá, hvað þýðir það? Ef ég smelli þar á, þá aðeins verið að segja frá þessari vegferð frá því að vera hefðbundin skóli yfir í að vera búin að útfara námskrána, búa til námslotur og námsmörkmi og verkefni og tengja við og svo framvegis. Inn í Sókrates líka faglegt efni, þið getur opnað valmynd upp í horninu og þarna eru kaflar með faglegu efni eins og rannsóknir sem á bakvið við að sjá hvaðan þetta kemur. Af hverju setjum við þetta upp svona, við erum með skilgreining á hugtökin hæfninám og síðan að sýna hvernig mentorkerfið styður við hæfninám. Þannig að að gera fara og skoða þessa kafla og það ef við sjáum svona blátt þá hægt að þá hægt að smella á og opna. Áðan var Bryndís að nota símann minn og þá kom upp tilkynning á símann. Einhver sá það og það stóð þetta congratulation en það var verið að tilnefna okkur í 4. sinn til Beckverðlaunanna. Það var svolítið gaman að ég sagði þetta fyrra ætlum að vinna en það allt þetta ferð, það ekki? Hún vinnur við Beckverðlaunina. Við erum búin að vera tilnefnd 4 sinnum en þetta samt gríðarlega mikið heiður. Já, þannig að þetta svona, ef þið farið inn ef skólinn ákveður að nýta sér Sókrates, þá þarf bara að fá lykilorð hjá okkur og síðan fara kennarar inn og svara og þá getur skólastjórnandi fengið svona greiningu af því að það svolítið gaman að skoða af hverju þetta þín upplifun og þá hægt að sjá bara hvað, og það ekki, það nafnlaust þessar greiningin og þá hægt að skoða svona dreifast svörin. Þannig að að gera nýta þetta í kannski á inn í gæðastarf skólans. Við erum ekki að selja Sókrates, þetta bara opið fyrir ykkur að nota. Þið getur líka prófað, það eru blöðarna uppi sem að útskýrta aðeins nánar. Þið getur líka prófa sænskuleikar og fara inn á sænska Sókrates. Þannig að hans öðruvísi uppbyggður af því að bara staðan í námi aðeins öðruvísi Svíþjóð eða þá breska Sókrates. Það líka annað efni þar inni. Þannig að ég bara vona að þetta nýtist ykkur og ég fari og hraðferð í gegnum þetta en bara endilega prófa og sjá og mjög væntum að þetta segja okkur frá hvernig eitthvað sem við getum bætt eða eitthvað sem við sjáum sem að ekki eins og að vera.
já, þetta fræðin sem þetta byggir á. Þetta var ég ætla að sýna ykkur, en ég rosalega bara svo glöð að sjá ykkur eftir hérna, gaman að sjá þessa mætingu og mér langar að þakka fyrirlesurum kærlega fyrir. Og Gunnur, takk fyrir stjórnuna. Ætlar þú að segja eitthvað? Nei, þú ætlar ekki að segja eitthvað. Heyrðu, þá bara förum út í daginn. Ég fer á Airwaves. Það ekki spurning, það ríkilega skemmtileg. Ég hvet ykkur til það. Annars bara takk fyrir þetta.